talum að koma að leika á móti Úkraínu hérna út í Pólandi. Hvernig bara leggst þig? Bara mjög vel. Mjög mikilvægur leikur framundan. Þannig að já, leggst bara mjög vel í mig. Þetta úkraínska lið, þú náttúrulega byrjaðir fyrsta landsleikinn á Laugardalsvelli á móti þeim. Svona góðar minningar á móti þeim? Já, þetta var skemmtilegur leikur. Við höfum alveg yfirhöndina í leiknum og það er mikilvægt að við gerum það aftur í þessum leik. En já, mjög skemmtilegur síðasti leikur. Það er greiðlega mikilvægt að vinna leikinn heima á móti þeim og við hefum samt ekkert svo að verðinu núna þegar við spilum á móti þeim úti. Nei, við þurfum að vera klárar. Þær munu klárlega að gera allt til þess að vinna þennan leik. Þannig að þetta verður bara vonandi erfiður og skemmtilegur leikur. Þannig að já. Getum við ekki bara lært mikið af fyrri leiknum á móti? Jú, klárlega. Við munum alveg horfa á klippur af síðasta leik og svona og sjá hvað við getum gert betur og svona, en já. Hvernig var bara svona tilfinningin eftir fyrri leikinn? Fannst þér svona bara betur en þær? Já, það var allavega mín tilfinning. Mér fannst við alveg stjórna leiknum þannig séð. Mér minnir sérstaklega í seinni hálfleik. Þannig að, en já, þú veist eins og ég segi, þær munu gera allt til þess að vinna þennan leik, þannig að við þurfum bara að vera klárir. Hvernig bara hefur farið ykkur hérna í Pólandi eftir að þið komið hingað? Bara mjög vel sko, gott veður, fínasta hótel, bara, já, mjög næs. Er þetta alltaf verið þessi veður en þú kom úr Svíþjóð? Nei, svo sem ekki, það er alveg búið að vera gott veður í Svíþjóð og bara mjög þægilegt. Já, bara geggja veður hérna svona, og bara fer vel ykkur á hótelinu og svona? Já, klárlega. Það er bara svona undirbúningur fyrir leikinn fór að hvaða staði í morgun, góð æfing og bara svona næstu dagar spennandi? Já, mjög gaman að hitta stelpurnar, koma saman aftur og svona. Þannig að já, bara mikilvægar æfingar framundan fyrir leikinn og svona. Hvernig er að bara koma inn í þennan hóp? Er þetta bara orðið venjulegt? Ég myndi nú ekki segja venjulegt. Það er alltaf heiður að vera valin í landsliði og spila og æfa með þessum stelpum, bara algjör heiður. Þannig að ég mun seint taka þessu eitthvað sem venjulegu myndi ég segja, en bara mjög gaman. Ertu farin svona, er þetta farið kannski eðlilegra, kannski farið að vera betra orðið eða? Kannski aðeins minna stress og svona heldur en fyrstu ferðinni og svoleiðis, sem er bara fínt, en kannski, já, en samt alltaf svona spenningur og stress og svona. Svona stelpan í hópnum búin að taka vel á móti þér og svona? Já, klárlega. Þetta er alveg yndislegt lið, þær eru allar frábærar og já, bara klárlega búin að taka mjög vel á móti mér. Svona kjúklingurinn í hópnum, ertu að taka þér eitthvað leiðileg verkefni hjá okkar? Það er nýlega vígsla á morgun, þannig að ég þarf núna að fara að drífa mig upp á hótelherbyggi og þarf að plana eitthvað atriði og svona, þannig að, en það verður bara gaman. Ertu að fara að taka lagið þá eða? Kemur ljós. Þarf maður að komast upp með einhver önnurs konar atriði? Ég veit að þetta er bara svona hæfileikakeppni, þannig að ég, Arna og María ætlum að gera þetta saman. Þannig að ég veit ekki, þetta verður gott og við ætlum bara að vinna þessi keppni. Það verður bara gaman, en hann talar það í síðasta landsleikluga og svona saknaðir þess að stelpunum í 19. landsliðinu á vellinum. Þær komu svo í lokakeppnina á EM, hvernig var að fylgjast með því? Það var bara frábært, þær stóðu sig ekkert eðlilega vel og ég var ekkert smá stolt af þeim að sjá þær að vinna Danmörku loksins. Við höfum tapað á móti þeim allt of oft, en þær bara voru frábærar í síðasta verkefni og það var ógeðslega gaman að fylgjast með þeim. Ætlar þú að taka þátt í þessari lokakeppni í sumar? Það er ekki í mínum höndum. Ég treysti þjálfaranum mínum og fólkinu í Hækken og Donna og svona að taka bara ákvörðun þetta. Þú veist, það er langt tímabil hjá Hækken og já, þannig að ég veit ekki, ég er bara eiginlega ekki hugmynd sko. Það hlýtur samt að vera spennandi að eiga þennan möguleika? Já, klárlega. Að fara stórmót með Englandsliði er bara örugglega geðveikt skemmtilegt og það myndi vera sjúklega spennandi að fara. En hvort sem að niðurstaðan verður þá bara tekið því, en jú, það verður geðveikt að fara. Tíminn í Hækken, hvernig er hann búinn að vera upp á síðkastið? Bara þokkalega skemmtilegur sko. Fyrsti titill í Evrópubikarnum, það var mjög gaman. Óheppnar með bikarúrslitin, en bara á móti Hammarby í báðum úrslitunum, þannig að
búin að vera skemmtilegar viðregnir við Hammarby. Er svona rígur að myndast þar á milli það? Já, ég myndi alveg segja það sko. Þetta er alveg 3 mjög erfiðir leikir búinir núna. Fyrsti leikurinn eftir þetta landsverkefni verður á móti þeim, þannig að já, rígur, já. Það er svona smá, þá hattur þegar þú og Fanny hittir Guðrúnu í landsliðsverkefni? Nei, kannski ekki. Guðrún er alveg æðisleg. Það er bara alltaf jafn gaman að hitta hana. En jú, svo er maður bara óvinir inn á vellinum en alltaf bara vinkonur fyrir utan vallar sko. En hversu gaman að bara verða Evrópumeistari? Það var bara mjög gaman, mjög næs. Já, bara ég áttaði mig frekar seint á því hvað þetta væri svona semi-stórt. En það var bara frábært, bara sjúklega gaman. Bara í lokin, náttúrulega besta deildin var að byrja núna daginn FH að standa sig bara vel. Og kannski spyrja út í einn leikmann, það var Ingibjörg Magnúsdóttir. Já. Hún er að koma inn á krafti núna, bara búin að vera í liði umferðina, þetta 3 umferðir í röð, svona kannski að taka pínu við kefluna af þér, hvernig er að fylgjast með því? Það er bara frábært, einmitt að hann sé að taka við þessu svona vel líka. Ég er bara ógeðslega stolt af henni, bara ein mín besta vinkona og ég er bara að dýrka að horfa á hana að spila og sjá hvað henni gengur vel. Bara, já, ekkert smá stolt af henni. Er það ekki leikmaður sem getur farið bara mjög langt? Jú, klárlega, hún getur allt sem hún vill og hlakka bara til að sjá hana fara út og vonandi spila á móti next staðar. Eða bara með henni? Eða með henni, já. Takk fyrir að tala um á að ganga vel. Takk.